Amen. Við kannski stöndum upp og biðjum til Guðs að blessa þessa samverustund. Heilagi Faðir, þakka fyrir að þú ert hér í kvöld, Drottinn. Þakka fyrir það að þú ert með okkur, Jesús, og ég þakka fyrir það að þú ert að fara að gera nýja hluti, Drottinn. Þakka fyrir þína nærveru, Jesús, og þakka fyrir það að þú ert að fara að brjóta niður alla múra sem við sett, Jesús. Að brjóta niður alla þessa múra sem hefur í gangi, Drottinn. Ég þakka fyrir að þú ert hér í kvöld og þú ætlar að gera eitthvað nýtt, eitthvað spennandi og við munum vera uppfull af krafti þínum og djörfung eftir þetta kvöld, heilagi Faðir. Þakka þér fyrir sérhvern sem kemur í kvöld, Drottinn. Ég bið að þinn heila andi með því snerta með undursamlan hátt, heilagi Faðir. Þakka þér, Jesús. Þakka þér fyrir hver þú ert, Jesús. Amen. Þetta verður svolítið óvenjuleg samkoma. Við erum 4 predikar í kvöld og ég ætla að byrja sérst á því að predika. Þið megið fá okkur sætið ef viljið. Ég ætla að byrja að predika en við erum með stuttar predikanir, svo þurfum við ekki að hafa neitt volumiklar áhyggjur. Og svo bara förum við út í lofgjörð. Það sem ég langar til þess að tala í kvöld kirkjupólitík. Amen, já. Meiri kirkjupólitík. Síðustu ár og síðustu áratugir hafa verið einkenndir af því hvernig kristin kirkja á Íslandi hefur markvisst brotið hvort annað niður. Markvisst. Við höfum verið ógeðslega ósanngjörn við hvort annað. Við höfum komið illa fram, við höfum vanvirt hvort annað og við höfum baktalað hvort annað. Og þetta allt saman sem Guði skömm. Það á ekki að vera til synd í líf okkar. Hún til staðar, við erum með syndugt eðli, en Jesús krefst þess að við séum einlæg og við elskum hvort annað og við séum snúum baki við syndina. Við erum syndug, fattiði mig, við gerum ranga hluti og við munum alveg gera, ég er ekki að segja að segja einhver fullkominni inninni. En það eitthvað sem samt, við eigum ekki að vera að gera, við eigum ekki að vera syndug. Og það synd að baktala og það synd að brjóta hvort annað niður. Og hér í kvöld erum við með ákveðna yfirlýsingu. Og yfirlýsingin svo að við, allir sem erum komin, við erum mörg trúfélög. Yfirlýsingin svo að kirkja Íslands, Jesú kirkjan, Kristkirkja á Íslandi, ætlar ekki lengur að koma illa fram með hvort annað. Það bara þannig. Það bara þannig. Í Korinthubréfinu, 1. Korinthubréfi, 12. kafla, stendur að við erum limir á líkama Krist og við erum með mismunandi starfa. Og fóturinn getur ekki sagt á höndina ég þarfnast þín ekki. Og það bara þannig, við erum öll með mismunandi starfa. Krossinn með mismunandi starf heldur en Fíladelfía. Og íslenska kristkjan með mismunandi starf heldur en Vegurinn. Og Beten með mismunandi starf heldur en Bænahúsið. Fattið mig, við erum með mismunandi starfa en við þjónum öll sama drottni og það Jesús Kristur. Fyrir hönd Fíladelfíu, við erum byrjað því kannski að fá alla unglingaleiðtoga sem eru saman komin í kvöld. Ég svo sáttur með að vera unglingarnir sem eru að brjóta þetta niður af því að ég veit að foreldrar okkar og afar og ömmur að þetta byrja svolítið þar og þetta byrja út af leiðindum, byrja út af særindum að svona vera fúl út í hvort annað. Og það unglingaleiðtogurinn, amen. Ég veit að það fleiri unglingaleiðtogurinn í salnum. Youth pastors. Koma upp. Þar sem ég forsvari fyrir Fíladelfíukirkjuna, langar mig til þess að biðja ykkur afsökunar. Ég vil biðja ykkur afsökunar á því að einhvern tímann komið illa fram við ykkur, einhvern tímann samt eitthvað rangt, einhvern tímann brotið ykkur. Það bara ekki kristið. Við eigum að beygja okkur og við eigum að vera smurð. Og við eigum einhvern tímann komið illa fram fyrirgefið, af öllu hjarta, fyrirgefið. Við eigum að umfaðma hvort annað, við eigum að elska hvort annað, eins og systkini. Og við erum systkini, himnum verður ekki þannig, það verður ekki Betania að vera þarna og Kristkirkjan þarna. Við erum öll saman, við erum börn Guðs, fyrirgefið okkur. Má ég biðja ykkur öllum að koma og standa upp, við skulum biðja fyrir hvort öðru, við skulum elska hvort annað með þessum kærleika sem Kristur hefur gefið okkur. Koma og biðja fyrir ykkar unglingaleiðtogum, komið þetta fram, við skulum biðja saman, án gríns.